Komið sæl. Þá það tími 3 í þessum kafla sem fjallar endanleg og óendanleg tugabrot. Tugabrot eins og við vitið eitthvað sem stundum kallað kommustafir eða kommutölur, eins og til dæmis 0,5. Hér ég búinn að breyta almenna brotinu hálfum yfir í tugabrot og fæ 0,5. Ef ég tek aftur á móti almenna brotið 1/3 og breyti því yfir í tugabrot, þá fæ ég 0,3 eða 0,33 eða jafnvel 0,333 eftir hvað ég vil nota marga aukastafi. En þeir eru sem sagt óendanlega margir. Og þetta þá ágætis dæmi þessar tvær tegundir tugabrota sem oft flokkað í. Að ef aukastafarnir eru óendanlega margir, þá kallast brotið óendanlegt tugabrot. En ef aftur á móti við getum skrifað upp alla aukastafina, hvort sem eru 2 eða 10 eða 100, þá kallast það endanlegt tugabrot. Þau brot sem eru með endurtekið mynstur í aukastöfunum hjá sér, þau kallast lotubundin tugabrot. Og í fyrra dæminu sem ég sýni hérna þá alltaf 1 og 7 að endurtaka sig. Og þá sagt að lotan séu 2 stafir. En lotan getur verið styttri eða lengri. Hér til dæmis bara 1 stafur, það segja 3, sem endurtekur sig aftur og aftur. En þegar verið að skrifa svona lotubundin tugabrot, þá stundum skrifað 0,17. Í staðinn fyrir endurtaka stafina aftur og aftur, þá sett svona strik yfir, sem þýðir að 1 og 7 endurtekur sig óendanlega oft. Að breyta tugabrot í almennt brot, við höfum reyndar farið yfir það áður, en ég ætla að renna þess yfir það hér. En sum brot þekkið einfaldlega. Ef þið sjáðu brotið 0,5, þá þarf ekki flókna útreikninga til þess að átta sig á því að þetta hálfur. Sama gildir 0,25, þá flestir fatti strax að þetta 1/4. En ef þið með eitthvað brot sem ekki svona þekkt, fræg í heimi almennra brota, þá getum við notað þessa aðferð hérna að allar tölur hægt að skrifa sem almennt brot bara með því að setja 1 í nefnara. Það að segja 7 það sama og 7 fyrstu, 10 það sama og 10 fyrstu og svo framvegis. Ég get nýtt mér þetta ef ég ætla að breyta tugabrotinu 3,6 yfir í almennt brot. Ég byrja semst á að setja 1 í nefnara, eins og ég geri hér, og þá komið 3,6 fyrstu. Og í sjálfu sér þetta almennt brot, en það venja að hafa ekki kommu í almennu brotum, þannig ég þarf að losna við svo kommu hér. Ég get annarkvort hugsað að ég ætla að færa hana til hægri, ég get líka hugsað að ég lengi brotið. Og af því að þetta bara 1 aukastafur sem ég ætla að losna við í þessu broti, semst 6, og þá nóg fyrir mig að lengja með 10. Ef það væri 2 aukastafur hérna, þá myndi ég lengja með 100 og svo framvegis. Og þá ég komið með brotið 36/10. Ég er búinn að breyta tugabrotinu hérna 3,6 yfir í 36/10. En til að hafa þetta svona fallegt, þá myndi ég stytta þetta í lokin. Og get gert það í nokkrum skrefum, eða stundum hægt að fullstytta strax. Og fyrir mitt leyti þá segi ég að skiptir ekki máli hvort ég skráði þetta sem almennt brot, eins og hérna 1850, eða blandna tölu, 3 heilir og 3 fimmtu. Ég ekki rétt fyrir hvort ekki. Nú í lokin þá ætlum við að breyta lotubundnu almennu broti yfir í tugabrot. Það kannski aðeins meiri vinna. Hér erum við brotið 0,393939 og svo framvegis. Ég get ekki farið leiðina sem ég var að sýna ykkur áðan. Það að segja sett 1 í nefnara og svo lengt með einhverju uppi og niðri. Áðan lengdi ég með 10. En með hverju ætti ég að lengja núna ef ég ætlaði að losna við óendanlega marga aukastafi? Það rétt, það ekki hægt. Þannig að önnur leið svona ákveðin formúla sem maður getur fylgt. Það að segja ég get byrjað í fyrsta skrefi að segja x jafnt og svo broti sem ég ætla að breyta. 0,3939 og svo framvegis. Næst skoða ég hvað lotan í þessu broti margir stafir. 3,9 og svo fer það að endurtaka sig aftur og aftur. Þannig að lengd lotunar hérna 2 stafir. Það sem ég ætla að gera þá að skrifa aftur upp þessu jöfnu hér, en margfalda báða megin í samansmerkið með 100.
Af hverju 100? Það er vegna þess að það eru 2 0 í 100, alveg eins og fjöldi talna í lotinu, þess lengd lotunar er 2. Og þá stendur hjá mér, annars vegar, þetta er jafnan eftir að ég margfaldaði með 100 báðum megin. Hér er jafnan eins og hann var í upphafi. Og ég ætla bara að finna mismuninn á þessum tveimur jöfnum. Þess að draga línu hér og gera 100x mínus 1x. Og það eru 99x. Og svo kemur trikkið. Ég geri hérna 39, allir aukastafinir mínus í rauninni allir aukastafinir. En hvað gerist þá? Aukastafinir dett út. Þið getur prófað að slá þetta bara í vasareiknin, 39,393939 eins og oft það geti, mínus 0,3939. Og þá fáið þið bara 39 hérna. Og hvað er ég komin með hér? Ég er komin bara með litla jöfnu. Og ef ég einangra x í þessari jöfnu, það er að segja að deila með 99 báðum megin, eða færi 99 hingað yfir í nefnara, að þá er ég komin með almennt brot sem er akkurat 0,393939. Magnað, ekki satt. En þið fáið að spreyta ykkur á nokkurum svona dæmum í bókinni og ég segi bara gangi ykkur vel.